Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í þátt númer 86 af þessu hlaðvarpi. Í dag datt mér í hug að tala eitthvað sem kom upp í kennslu hjá mér. Þar sem að ég lendi í því að þurfa að setja í orð eitthvað sem að ég hafði ekki fattað fyrr en ég sagði það og var þá þannig séð einfalt svar við stórri spurningu, en þeim mun meir sem ég pæli í því, þá gæti þetta verið svar við mjög stórri spurningu. Spurningin stóra spurningin hvað þarftu að læra í máli svo að þú skiljist? Það allt of stór spurning til að svara í einföldum eða allavega stökum þætti eins og þessum, en svarið fannst í því að svara miklu minni spurningu. Ég loksins farin að kenna aftur eðlilega og á venjulegu róli, þannig ég fæ núna til mín fullt af nemendum yfir heila daga, sem eitthvað sem ég hef ekki getað gert lengi því ég hef verið svo upptekinn við önnur verkefni sem koma í veg fyrir að ég geti til dæmis kennt annað hvort heila daga eða allavega heilar vikur. Þannig ég sjaldnar búinn að fá færi til þess að finna efni til að tala í þessum þætti. En í síðustu viku var nemandi hjá mér sem spurði út í svona tiltölulega einfalt atriði þannig séð. Nemandinn var hreinlega að fá það staðfest hvort það væri ekki rétt að það megi gera svona á íslensku eins og í öðrum málum sem nemandinn þekkir til og kann. Atriðið sem nemandinn spurði út í var hvort að það sé ekki hægt að breyta orðaröð setninga eins og til dæmis í ljóðum, því á mínu máli og jafnvel í ensku þá getum við stundum breytt því hvaða orð við segjum hvenær í setningunni til þess að til dæmis breyta því hvernig fólk upplifir texta, annað hvort dramatískt eða fagurfræðilega, svona eins og í ljóðum. Og einfalda svarið við því jú, að sjálfsögðu. Auðvitað getum við breytt þessari orðaröð. Það bara verður ekki jafn skýrt mál og það verður erfiðara að skilja þig, því þessi venjulega setningaröð eða orðaröð innan setninga þróuð af hverju máli og þá því samfélagi sem talar það mál, þannig að fólk fái upplýsingar tjáðar til sín á máta sem þau búast við að fá þær upplýsingar til sín. Þegar ég segi setningu og þegar þú hlustar á mig segja setningu á íslensku, þá býstu við því að setningin byrji á frumlagi. Það að segja það sem ég ætla að tala þetta sem á ensku heitir subject. Eins og að segja til dæmis ég, og svo fylgi ég því eftir með sögn, einhverju orði sem lýsir því að þetta frumlag, þetta ég, geri eitthvað. Og búum þá bara áfram til þessa dæmisetningu, þannig að við erum komið með ég geri.
Og þá búumst við því að heyra hvað þetta sem þessi ég gerir. Það að segja það sem á íslensku kallast andlag, það sem liggur hinum megin við frumlagið og þá hinum megin við sögnina. Þetta heitir object á ensku. Og segjum bara að þetta sem í dæmisetningunni ég geri, það segjum við bara þetta. Ég geri þetta. Þetta eru töfraorðin 3 ef þú manst eftir því úr þætti númer 5 eða eitthvað. Það var mjög snemma sem ég fjallaði þessa setningu. En svona setjum við setningar upp á íslensku. Að við byrjum á frumlagi, fylgjum því eftir með sagnorði og svo kemur andlagið. Ég geri þetta. Enska eins. Þar það I do this. Jeg laver dette. Og ich mache es. Nú ég að fara í ömurlega framburði á öðrum germönskum málum sem að tala eins og raða þessum hlutum eins upp og við gerum á íslensku. Má breyta þessu? Já, það má. Þetta geri ég eitthvað sem skilst. Þetta ég geri, já, þetta skilst. En það myndi enginn venjulega tala svona. Þetta yrði gert af einhverju mjög sterkri ástæðu, eins og til dæmis að láta ljóð ganga upp eða til þess að leggja sérstaka áherslu á eitthvað. Að við náum að undirstrika einhver ákveðin atriði og gera þau einhvern veginn mikilvægari með því að setja þau á aðra staði eða með því að einmitt brjóta setninguna upp þannig að hún verði í alvörunni erfiðari að skilja. Það kannski lykilatriðið. Rétta setningarröðin, rétta orðaröðin innan setningar skipulögð og þá kennd þeim sem að læra málið, gerð til þess að það sé létt að skilja þig, að það sé ekki mikil áreynsla hjá þeim sem að hlusta á þig, að þetta sé einfaldasta og léttasta leiðin til þess að skilja upplýsingar. Að upplýsingar og orð skili sér í þeirri röð sem hlustandinn eða lesandinn býst við að upplýsingarnar skili sér áfram. Ef við tökum frægasta dæmið og sönnunargagnið þetta úr popkúltúr og eitthvað sem ég veit að margir tungumálakennarar nota, því ég hef notað þetta dæmi í kennslu og ég fæ alltaf, já, ég hef heyrt þetta áður notað sem dæmi, Yoda. Strong with the force, young Skywalker is. Þetta ekki rétt orðaröðun. Þetta hljómar ágætlega fáránlega, en þú skilur samt það sem Yoda segir. En í myndinni, og þá sérstaklega þegar hann fyrst kynntur til sögunnar, þá þetta gert til þess að láta hann vera mjög skrítinn. Þetta lítil, græn, krumpuð geimvera sem þú þekkir ekki fyrir og hún gerir fáránlega hluti og talar með fáránlegri röddu og segir setningarnar sínar vitlaust. Þú þarft að vinna meir og næstum því reikna í hausnum á þér, eða kannski væri betra að kalla það að púsla í hausnum á þér, til þess að láta setninguna verða skiljanlega, af því þú fékkst hana til þín í vitlausri röð.
Þetta ætti líklegast að vera Young Skywalker is strong with the force. Sögnin fer á réttan stað, frumlagið fer á réttan stað, fremst í setningunni, og andlagið kemur síðast. Þarna hafði Yoda bara snúið þessari röð við. Byrjar á andlagi, fer svo í frumlag og svo síðast í sögnina. Ef þetta hljómar ógeðslega einfalt fyrir þér og sjálfsagt jafnvel að setningar séu talaðar svona og í þessari röð, þá þarftu kannski að heyra það og vita að það eru ekki öll mál í heiminum sem tala í þessari röð. Ég hef ekki rannsakað þetta sjálfur, en það var nemandi minn sem fullyrti við mig og sagði svo sannfærandi frá þessu að þetta hljómaði eins og þetta væri rétt. En þó þetta sé ekki rétt er þetta skemmtilegt sýningardæmi eða sýnidæmi hvernig væri hægt að búa til setningar í öðrum röðum eins og í japönsku. Ef ég þýði dæmið sem þessi nemandi minn sagði við mig, þá hljómar það eins og ég í gær 10 höttum úr búðinni stal. I yesterday from the store 10 hats stole. Þetta er allt öðruvísi orðaröðun en ég væri að búast við á íslensku og á ensku. Þetta gengur ekki saman, en þetta væri þá, allavega samkvæmt þessum nemanda mínum, rétt leið til þess að skilja upplýsingar og skila frá sér upplýsingum á japönsku. Hvort sem það sé satt eða ekki, þá er þetta allavega gott dæmi hvernig er mögulega hægt að búa til tungumál sem er alveg skiljanlegt og réttlætanlegt, sem er ekki með þessari ég geri þetta orðaröðun. Þannig já, þegar ég segi þetta ég geri, þá hljómar þetta rétt og þetta hljómar eins og eitthvað sem er skiljanlegt, en það tekur Íslendingin lengri tíma að fatta hvað ég vildi segja eða hvað væri rétt, því þetta fer ekki samkvæmt væntingum hlustandans. Hann bjóst við að ég myndi byrja á að segja ég og svo geri þetta, frekar en þetta ég geri. Þannig það var stutta eða einfalda spurningin, kannski sértæka, specific spurningin. Hvernig á þetta við allt mál? Hvernig tengist þetta því hvað þú þarft að gera til þess að vera skiljanlegur á máli? Til þess að gerast skiljanlegur á máli þarftu að vita hver orðin eru og hver hljóðin eru sem að einhver sem talar málið myndi nota til þess að gera sig skiljanlegan. Þig getur vantað einhvern hluta í stóru myndina sem það er að tala mál og að kunna mál og samt vera skiljanlegur. Það verður bara aðeins erfiðara að skilja þig og þá erfiðara í þeim skilningi að sá sem hlustar á þig þarf mögulega að reyna meir á sig við það að reyna að skilja þig. Hann þarf að póstla saman upplýsingum eða segja við sig, já, ok, hann meinti þetta, eða hann hefði átt að segja þetta. Þetta var það sem hann reyndi að segja. Þannig á endanum myndu skiljast, en það gæti bara tekið meir á fyrir þann sem er á hinum endanum. Segjum til dæmis að þú notir góð orð og talir með breiðum orðaforða sem nær að lýsa því mjög vel og mjög nákvæmlega því sem þig langar að segja og það sem þú vilt tjá. Og þú ert með
góðan framburð. Þú ert búin að ná tökum á hljóðunum sem að eru í til dæmis íslenska málinu og getur þá sagt þessi orð nokkuð mikið vel. En mögulega ertu ennþá að ruglast á setningarröðinni. Eins og svo margir sem að verða mjög góðir og byrja að ná öryggi í íslenskunni sinni og fara að tala hraðar, segja við mig, í gær ég gerði þetta. Yesterday I did this. Þá þarf ég að hugsa og fatta að þessi aðili kann málið ekki fullkomlega og ég þarf að vinna í því að þetta er það sem hann ætlaði að segja og núna skil ég það. Sem er allt í lagi, það bara tekur meiri tíma og það tekur meiri vinnu og þeir sem eru óþolinmóðir og nenna kannski ekki að tala við einhvern sem að gæti misskilið sig, fara þá kannski að tala á ensku, á máli sem hann treystir á að báðir aðilar kunni nokkuð vel. Ef þú vissir ekki hvað var að í þessari setningu, þá átti það að vera önnur orðaröð sem var í gær gerði ég þetta. Og þetta er ákveðin setningarfræði regla sem ég hef ekki tíma til að fara í dag. En þetta væri dæmi eitthvað sem er öðruvísi á ensku og íslensku, sem eru annars mjög lík mál, hvað varðar orðaröð. Snúum dæminu aftur við og segjum að þú talir með mjög góðum framburði og að þú skilir orðum frá þér í réttri röð. Þannig að þú talar eins og einhver innfæddur myndi búast við því að upplýsingar eru miðlaðar áfram. En þú bara kannt ekki nógu mikið af orðum sem að lýsa því sem að þig langar að segja. Í gær var gott því í gær var mjög gaman og ég hitti mikið fólk sem var þessi og þessi, en svo gerðist svona og þetta var svona og þá var leiðinlegt. Allt var rétt, allt skildist, en hvað varstu að segja? Hverju varstu að lýsa? Ég náði ekki að skilja nógu vel þessa mynd sem þú vildir búa til fyrir mig. Sagan varð óljós því þú varst með fátækan orðaforða. Þeir sem fara að vinna við ákveðin viðfangsefni eða innan ákveðina geira vilja endilega ná að læra þennan orðaforða sem tengist sínum geira, þannig að þau ná að vera mjög skilvirk og skýr og skiljanleg og ná að tala réttar hluti þannig að sá aðili sem að vinnur í sama geira og þekkir til þessara orða muni skilja þá. Oft án þess að endilega læra framburði. Því það er oft í lagi að það vanti upp á framburðin. Auðvitað er það kannski skondið að heyra íslensk orð töluð með hreim frá ákveðnum stað. En það þýðir ekki að það sé óskiljanlegt. Því ef ég skipti yfir í einhvern annan framburð sem hljómar kannski eins og hann sé frá öðrum stað, þú þýðir það ekki að þú getur ekki skilið mig. Það bara hljómar smá furðulega og kannski þarf ég að hugsa þarna voru of mörg hljóð sem að gátu hafa þýtt þetta eða þetta eða þetta. Þá þarf ég að biðja þennan aðila að endurtaka sig þannig að það verði skýrt fyrir mér hvað hann vildi í alvörunni segja. En hann skildist samt. Það bara tók aðeins meiri vinnu og krafðist meiri þolinmæði. Þannig þessi hluti málakunnáttu og skiljanleika fer svolítið inn á þetta.
þú ert örugglega skiljanlegur á íslensku en það getur bara farið betur með því að fara nær því að það sé auðvelt að hlusta á þig og meðtaka það sem þú hefur að segja með því að gera þetta léttara í skilningi fyrir þann sem að er hinu megin. Og þá getur þú spurt þig, hvað er það í alvörunni sem mig vantar upp á? Ef þú getur ekki myndað setningar, byrjaðu kannski á því. Áður en þú ferð að pæla í því hvort að hreimurðin verði fullkomin. Því kannski þarf það ekki. Og ef þú ert komin með hljóðin og hreimin ágætlega þannig að þú segir flest orð nokkuð vel og nokkuð rétt, þarftu þá kannski frekar að vanda þig við að þú náir alltaf að setja réttar beygingar á orð. Þannig að sá sem að er að hlusta á þig þarf ekki að hugsa, hann gerði þessa villu, hann vildi meina þetta, eða ég held það. Og þannig taka meiri andlega orku eða eyða meiri andlegri orku og tíma í að vinna úr því sem þú sagðir. Mér fannst þetta allavega áhugaverð leið til að pæla í því hvert enda markmiðið er í því að ná að verða skiljanlegur. Því kannski er þröskuldurinn talsvert lægri heldur en flestir halda. Það er hægt að gerast skiljanlegur mjög snemma. Það er bara spurning hvenær og hvernig myndu verða skiljanlegri. Þetta var aðeins lengra en ég var að vona, en ég vona þið séuð ánægð með að hafa fengið lengri þátt. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag. Ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta. Og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language, I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.